Jæja, velkomin. Hefur maður einhvern tímann stoppað og velti fyrir sér að hugmyndir, jafnvel þær sem virðast alveg högnar í stein, svona grundvallar hugmyndir í menningunni, að þær gætu í raun og veru verið á stöðugri hreyfingu, að þær þróist, breytist og fá alveg nýja merkingu gegnum aldirnar? Einmitt, það ætlum að skoða núna. Þetta í raun kjarnaspurningin. Ekki bara hvort þær breytist, heldur hvernig. Hvaða kraftar það eiginlega sem verða til þess að heimsmynd heilar þjóðar getur bara tekið algjörum stakkaskiptum? Til að finna svörin ætlum við að kafa ofan í nokkra forna texta. Þar ætlum við að rekja þróun þrerrar hugmynda sem eru nátengdar. Þetta verður eiginlega eins og smá spennusaga þar sem við sjáum hvernig þessi hlutverk voru endurskilgreind á alveg róttækan hátt. Byrjum á byrjuninni. Sagan okkar byrjar með hugmyndinni þjónin. Í bók J.C. Spámans, þar finnum við uppafið verkefni sem átti eftir að breyta bókstaflega öllu. Þessi orð setja strax tónin. Hér erum við ekki að tala eitthvað lítið, staðbundi verkefni. Nei. Strax í upphafi markmiði algjörlega alltækt. Það á að ná til allara þjóða, alveg til endi marga jarðar. Svo umfangið, það stjarnafræðilegt eiginlega. En hver þessi þjón? Textin í Jesaja alveg aðdráttarlaust hvað þetta varðar. Þar stendur: Þú ert þjón minn Ísrael. Þannig við erum ekki að tala einn mann, heldur heila þjóð. Það þjóðin Ísrael sem kölluð til að gegna þessu hlutverki. Þetta sameiginlegur þjón. Og hvernig átti þetta svo að virka í praxis? Sko, rökfræðin ansi snjöll. Þegar Guð frelsar þjóðina úr útleiðinni í Babylon, þá verður þjóðin sjálf að lifandi sönnunargagni mátt hans. Þeir sem eru frelsaðir verða samsagt að frelsurum með því að bera vitnum það sem var gert fyrir þá. Sagan þeirra verður boðskapurinn. Ok, en þetta bara einn hluti af sögunni. Á sama tíma var önnur algjör grundveldarhugmynd að taka risastórum breytingum. Og það var hugmyndin forn. Hvað þýðir það eiginlega að þjóna Guði með fornum? Þessi spurning algjörlega grundvöllurinn að þeirri byltingu sem var í Asíu. Og svarið, það var alls ekki eins einfalt og margir héldu á þessum tíma. Þessi tilvitnun úr sálmunum, hún markar alveg tímamót. Hér verið að gefa í skyn að Guð hafi í rauninni ekki áhuga á ytri athögnum eingöngu. Það sem raunverulega skiptir máli innri afstæðan, viljinn til að þjóna. Þetta svona fyrsta vísindingin mjög djúpstæða breytingu á skilningu. En þessi þróun gerðist auðvitað ekki á einni nóttu. Við getum séð alveg skýra framvindu þar sem hefur verið kallað kennslufræði spámannanna. Þetta byrjar með heiðnum siðum, þar sem markmiðið var að friðþægja oft ógnvænlega Guði. Ísrael tók svo risastór skref með því að banna mannafórnir og leyfa bara dýrafórnir. En svo gengu spámennir enn lengra og sögðu að sönnfórn væri fólkin í réttlæti og þjónustu við náungan. Þannig ef við drögum þetta saman, þá eru þetta tvær algjöra lykilbreytingar. Í fyrsta lagi tilgangurinn breytist. Úr því að reyna að blíðka ógnvænlegum Guð yfir í að sýna þakklæti kærleiksríkum Guði. Og í öðru lagi athöfnin sjálf breytist. Frá því að fela í sér dauða, yfir í það að gefa líf. Hinn fullkomna fórn verður þá þjónusta við. Og það akkurat hér sem við náum hápunktu sögunar. Hvað gerist þegar þessar tvær stóru hugmyndir, þjónin með sitt heimsverkefni og þessi nýja skilgreining á fórn renna saman í eina? Jú, þá birtist mynd af frelsara sem bókstaflega enginn átti von á. Já, spyrjum okkur á því. Ef fólk statt árið 0 og býður eftir Messiasi, hvaða mynd hefur það í huga? Sennilega ekki þá mynd sem var að fara að birtast. Munurinn á því sem fólk bjóst við og því sem kom í ljós var, hann var gríðalegur. Væntingarnar snerust voldugan konung, herforingja sem mundi frelsa þjóðina með sverði, en Jóhannes skýrari bendir á eitthvað allt annað, saklaust lamb, þjón sem frelsar með því að gefa sjálfan sig. Þetta alveg gjörsamleg umturnun á öllum væntingum. Þessi titill, Guðs lamb, alveg hlaðin merkingu. Hann fléttar saman 3 ofsalega sterkar hugmyndir úr sógunni. Í fyrsta lagi vísar hann í páskalambið, táknum frelsun úr þrælkun. Í öðru lagi kallar hann fram myndina af þessum þjáða tjóni úr bók Jesaja. Og í þriðja lagi minnir hann á sögun af Abraham þar sem Guð sjálfur sá fyrir lambi í stað sonarins. Og þarna smellir allt saman. Lambið verður tákmynd hinnar fullkomnu fórnar sem spámyndnir höfðu talað Þetta líf sem gefið, ekki til að friðþjæja, heldur til að gefa öðrum líf. Og
og með því uppfyllir það verkefni þjónsins sem var einmitt að vera ljós fyrir allar þjóðir. Frelsunin kemur ekki með valdi, heldur með fornfúsum kærleik. En sögan er ekki búin. Þessi stóra, kosmiska frásögn er núna færð alveg niður á jörðina inn í samfélagið. Hvernig er þessu risavaxna verkefni haldið áfram? Páll Póstuli fremselur verkefnið núna beint til söfnaðaris. Hann er ekki lengur að tala við einn einstakling eða heila þjóð í gamla skilningunum, heldur samfélag fylgjenda, sem sagt kirkjunu. Orðið kirkja sjálft, eða iglesia á grísku, gefur okkur vísbendingu. Það er dregið af sögninni kaleo sem þýðir einfaldlega að kalla. Kirkjan er því ekki fyrst og fremst bygging, heldur er hún samkoma fólks sem hefur verið kallað út til að sinna ákveðnu verkefni. Og þegar Páll kallar þetta fólk heilagt, þá er hann alls ekki að segja að það sé eitthvað fullkomið eða syndlaust. Alls ekki. Orðið heilagur þýðir í þessu samhengi einfaldlega sá sem tilheyri Guði. Köllunin er því ætluð öllu samfélaginu, ekki bara einhverjum fáum útvöldum. Þannig að framvindan er alveg skýr. Verkefni byrjar hjá þjóðinni Ísrael, það er uppfyllt í lambinu og svo er það afhengt samfélaginu, kirkjunni, til að halda því áfram. Það er sem sagt beinn rauður þráður frá hinu forna verkapi Ísraels yfir til frumkristna safnaða. Og þetta er lykilatriðið. Hlutverkið breytist úr því að vera bara áhorfandi á sögunni yfir í það að vera virkur þáttakandi. Það er samfélagið sem er núna kallað til að vera þjónin í heiminum, til að vera þetta ljós fyrir þjóðirnar. Og þetta, skilur okkur eftir með eina stóra spurningu í lokin. Ef við sjáum inn á svart og hvítu hvernig svona fornar og bara grundvallar hugmyndir gætu tekið alveg ótrúlegum stakkaskiptum, þá hlýtur maður að spyrja sig hvaða af okkar eigin hugmyndum í dag, svona sannindum sem við tökum sem gefnum, vald kannski eða velgengni eða hvaða þýðir að þjóna, hvað af því er í raun og veru tilbúið fyrir sína eigin byltingu.